Hingað mættur stórhöfðingi Guðni Ágústsson. Hann hefur reynst okkur hestamönnum gríðarlega vel og er guðfaðir reiðhallna á Íslandi. Við skulum gefa Guðna gott klapp. Kæru hestamenn, að leika bæskunarævintýr með áranna reynslu sem var svo dýr er lífið í ódáins líki. Ég gref allt í liðna í gleðina skaut, ég gjöri mér veginn að rósabraut og heiminn að himnaríki. Innilega til hamingju með þessa glæsilegu reiðhöll, hún er ein af mínum dætrum. En til þess að eignast þú dóttur og það margar eins og ég gerði í reiðhöllum, þá þurfa áhugamennirnir að vera fyrir hendi. Og ég gleymi því aldrei þegar ég loksins var búinn að finna peningarna, 350 milljónir í reiðhallirnar, þá komu léttismenn daginn eftir suður og sögðu landbúnaðarráðherra, við erum komnir suður, hvar eru peningarnir? Þannig að hér gáfu heimamenn ekkert eftir og léttismenn voru ákveðnir í sinni glæsilegu rósabraut og í þessu mikla himnaríki hestamennskunnar sem er hér á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu að eiga stærstu reiðhöll heimsins og hún er hér. Þannig að ykkar afrek eru mögnuð bæjarfélagið, fótgöngur liðarnir, hugsjónamennirnir, þeir hafa unnið sitt verk og gera í því glæsilega aðstæðu. Ef æskan hér réttir örvandi hönd eftir framtíðarvegi, hér hafið þið rétt æskunni örvandi hönd, hér er gott að verða hestamaður, koma ungur inn í leikinn og njóta þess að vera með færustu kennurum og leiðsögumönnum í þessu glæsilega húsi og svo getið þið drukkið ykkur full þarna upp á landinu. Þetta er svakalega flott og yndislegt og megi hestamönnum ganga allt í haginn. Þeir eiga glæstari tækifæri en nokkur annar. Að vísu hefur einn aðili líka sýnt okkur mikinn áhuga að það er makríllinn. Hugsuðu ykkur með makríllinn, hann gaf skít í Evrópusambandið og vill vera Íslendingur. Við eigum þennan hest allan heim. Við höfum þúsundir ef ekki milljónir manna sem að fylgjast með þessum hesti, koma til landsins, elska landið og elska þetta dásamlega dýr sem að við eigum og höfum gefið öðrum hlutdeild í. Innilega til hamingju, megi hestamennskan blómstra, haldið þið áfram, verið aðgangshörð og frek við hvern þann ráðamann sem þið náið í. Ég skal ekki hrífa Sigmundi Davíð og Bjarna Ben og Steingrími Jóð og öllum þessum stjórnmálamönnum, hvað þá helvítisvininum mínum og Össuri Skarphéðinssyni sem fórst. Svo segi ég auðvitað við ykkur að það er gaman að vera til. Kosningar eru alltaf minn yndislegasti tími, þetta var ekki eins og núna. Nú er þetta að segja mig og alla hinna, svo mikill var vorsins undrakraftur að ég verð gamlir símastöðrar, syngja í sólskininu og verða grænir aftur. Frábær tími. En ágætu vinnir, gangi ykkur allt í haginn. Hér verður gaman í kvöld, stór hátíð norrlenskra hestamanna. Ísland er mætt til leiks í léttishöllinni. Ég segi þessa miklu hátíð, fákar og fjör, setta. Kæra þakki Guðni Ágústsson. Þakka þér fyrir brýningarorðið.
Og hérna kemur grunnur frá Grund. Þetta eru gríðarlega undan Arði frá Brautarholti og Björn frá Hólum. En með 8.61 fyrir hæfileika, 9 fyrir Brokk og Skeið og Vilja. En grunnur frá Grund, hann er undan Þóroddur frá Þórólfsstöðum. Og Glímur á Vindheimum og er með 8.60 fyrir hæfileika. 9 fyrir Skeið og Sýndi var sýndur fyrir sunnan daginn á stóðustafíslunni. Sjáu þið Brokkinn í grunn. Það er óvægt að klappa fyrir honum. Þetta eru sjóaðir hestar og sjóaðir knapar, þola allt. Og lofaði með því að það hefur aldrei hestur farið hraðar einn í gegn á Skeiði. Sjáu þið Brokkinn. En ég veit að Sigursteinn gefur honum ekki tónum eftir. En grunur eru úr Helgu Þorsteins frá Grund. Og það er enginn maður á Íslandi sem veit meir hrossarækt. Svona var að gera æsilegir hestar og rúmir. Það held ég að fari fallega. Látið heyri ykkur, já. Sjáu þið kallinn. Og Sippa frá Hólakoti. Þarna koma þið. Þarna sjáum við þessa gráskjálpu, það er Sippa frá Hólakoti undan Klett. Og hér kemur fyrir framan áhorfendur Tíbra frá Litladal undan Skatt frá Litladal og Sarbjörgu. Það er Sara Ambrós sem líður henni. Dökkrauð skjóti. Það er Skjóni frá Litlagarði undan Tristan frá Litlagarði sagður hérna og Sónóttur frá Litlahóli. Nafnið þar er Kamila Hói. Hefur þjálfað hennar hesta mikilli kostgæfni og natni. En Þór Jónsteinsson lætur vaða hérna á gráskjóttu undan Klettur og Prammi og Úðujörn frá Víðinesi. Þið gefið Þór ekkert eftir. Og þá kemur Tíbrá, alveg flugsmyrðar. Það klikkar aldrei. Ákvæmum hans eru einmitt hérna frá okkur og önnur eru húnvetningar sé ég hérna allavega einn. Það er tveir já. Hann eru komin í salinn. Nú aðeins meira að Gíja sjálfan, hann var sjálfur frábær keppnishestur sporti í úrslitum í B-flokki landsmótinu á Hellu 2008. Og hann hlaut síðan fyrstu velun fyrir Akvami á landsmótinu 2011. Það sem meðal segir Akvami hans að þau séu hálgeng og rúm töltrás með lyftingamikið brokk, fluguviljug og fasið einkennist af orku og fótaförum. Er þetta ekki það sem við allir viljum? Og öll. Hér eru 5 glæsilega hross, við gefum það gott klapp.
Þarna fremst fara Bessi frá Skriðu, 600 gamall. Nei, það er Glaumur, Freyr Rauðurlæk sem er þarna fremstur frá Baldur Nara. Þá kemur Bessi frá Skriðu, 600 gamall og það er Andreas Bang Kjelgar sem ríður honum. Þriðja er Dröfn frá Höfðabakka og Sverrir Sigurðsson. Og svo er það fjórði, það er formaður hestamannafélagsins Neista Hjörtur Karl Einarsson. Og restina er ljósarðardrottningin, yfirkennari á Hólum og kynbóta sýnandi nr. 1, Mette Camilla Mó Mansett. Hestinum líka frábær keppnisós eins og Flóki frá Flesastöð sem sigraði aflokkinn á. Það var annar í aflokk á landsmótinu. Síðasta og fleiri. Hann er mjúk og flott hjóltross eins og dómsvarið segir. Átöður rúlla hérna og Bassi á góðu brokki, hann er búinn að vera að gera það gott í vetur í keppnum hérna hjá okkur. Gíjar gefur ekki einungis góð hross, hann gefur falleg hross. Hrissan hjá Mettu, hún er með 9 fyrir háls sem það er að búa. Eins og áhverjandur sjá, þá á hún það fyllilega skilið. Stór glæsilegt hross. Einn af mörgum gæðingum úr ræktun Baldvins í Torfanesi. Já. Það fallar hjá Núkæliða bóndanum hann. Og grunnir að segja að það gera það gott í vor. Hræddur það. Við skulum gefa þeim gott það. Það kemur náungi sem er að sefja hjá Þórólfi Gíslasyni. Sýn frá Gauksstöðum. Eftir henni kemur Jón frá Samstöðum og Höskuldur Jónsson sjálfur. Og þá kemur mynd frá Litladal, það er Þórandur Þorvaldsson. Og restina rekkur síðan stjörnu töltarinn Terna frá Hlíðarenda og Eiríkur Ingvarsson Bárdalingum með meirum. Hann bæði gullinu hérna á stjörnu töltinu daginn á ísnum. Já, þetta er ekkert svo risa, þetta er aftanur risa. Það var aftanur risa, en sami knapi. Þess með 9 fyrir 12, hún hefur örugglega tekið hina ef það er mætt með það. Það er bóttið. Egill er á hágengri klárrisu þarna. Henni Sýn frá Gauksstöðum, þetta var Þrótti frá Hvalnesi og Kolku frá Gauksstöðum. Er búinn að vera að keppa á henni, var hérna í Stölt á henni daginn og er búinn að gera góða hluti. Er lofandi keppnisross. Þannig er undan eldjáta tjaldbólum og Þoku frá Akureyri. Þoka var gæðingur sem kannski ekki margir sáu, en þeir sem sá hana, þeir muni eftir henni. Og Eldjárn er að sanna sig sem gríðarlegur keppnisrossafaðir. Og mér sýnist þessi verið efnilegur. Kemur Terna hjá Ellingi, hún er Tristóttir frá Fetti. Hann er líka búinn að skila þér þó nokkur góðum flottum töldarunum. Og svo er það eitt aðkvæm með undan ramma frá Búlandi. Já, við skulum klappa aðeins fyrir, sjáum við hjá Höskuldi. Það er ekki smál. Ellingur
ykkur fyrir þetta var flott hjá okkur. Fremst Björg frá Björgum, Kamila Hói. Þá kemur Binni frá Björgun og Fandís Viðarsdóttir. Svo það Sísi frá Björgum og það Pernilla Möller sem ríður henni. Perla frá Björgum og Björgvin Helgason. Skjótarissan. Og síðan Villingur frá Björgum. Það Villingurinn, hann á Villingi. Villingur frá Björgum þetta Móla frá Skriðu og Öst frá Kvíabekk. Í þessum hópi þekktastar hryssurnar Björg og Binni og Sísi, keppniskross húsbóndans á Björgum. Það gaman að sjá að það nú ekki svo mörg ár síðan að Viðar og Olla fóru að rækta hross og það ekki allir sem fá svona útkomu strax. Þetta líka fyllt eftir alla leið í hestursunni heima, eins og maður segir. Þarna ekkert verið að fara langt yfir lækinn til að ná sig í erfðaefni. Björg og Binni eru báður undan stóðhestum á næstu bæjum. Þeim Döggva og Óla frá Skriðu. Við skulum gefa það gott klapp. Glæsilegi fulltrúar björgarækturinnar. Það bara að hafa fasið í lagi og lúkkið, eins og hann sagði. Það dugði vel þegar hann náði hérna Ollu sína og hann heldur í áfram bara í hrossaræktinni. Þetta hefur tekist djöfull vel hjá honum. Björg sem fer hérna fremst, sigraði törnkeppnina á BM-mótaröðunni hérna í vetur. Og svona klappa fyrir þeim. Þetta rosa flott. Sjáu það gráður. Það held ég og eitthvað verið tekið til fótunni tilbaka. Þannig kemur hann yfir fyrir kvöldi. En svo gráa kalla. Sjáu það hana. Já, hryllingsskórinn fann að syngja. Takkið undir núna. Ýmislegt að sjá og glaður skal ég gera þér allt gullið sem ég á. 10 dúkar tyrkneska og törra spegla 3. 9 skip frá Noregi og naut frá Spáni á. Jón Björnsson réð þessu atriði og eins og þið sjáu það var öll með gullpenning, hann var búinn að ákveða að þetta væri besta atriði í kvöld.
höfum við þessi gráu hross. Hver mann ekki eftir Hrimni frá Hrafnagili. Þá er þetta Jón vildi aðeins fá meira. Já, góðan daginn. Já, klappið fyrir. Þarna er ræktun á alla kanta. Þarna er búið að rækta hross og svo er hann búinn að rækta knapa líka. En þetta er Gunnar Arnarsson og dóttir hans Þórdís Erla Gunnarsdóttir. En þetta er hryssurnar, þetta er graðristurinn Toppur frá Auðsholtshjáleigu sem hún Þórdís situr og spænir hérna aðeins á undan. Og hann Gunnar, hrossaræktundur á bóndin, er á henni Þórudís frá Auðsholtshjáleigu. En þessi rauðskjóti fyrsturinn á hross eru undan Álfasteini frá Selfossi og heiðursverðlaunarhryssunum Gígju og Trú frá Auðsholtshjáleigu. Það eru ekki mörgir sem geta státað sig af mörgum heiðursverðlaunarhryssum í stóðunni á sinni, en það gerir Gunnar. Það er ekkert leiðilegt að horfa á þetta. Glæsilegi gerðingar á þeim feðginum og ég er hræddur að Gunnar ætli að láta vaða á súðum fyrir restina. Þóra Dís sem er 9 fyrir skeið. En er meiri klárestur. Gunni er búinn að vera að leika sér á snjóstiða síðustu daga, hann er alveg í gírnum til að fara hratt. Þetta eru glæsilegi fulltrúar Auðsholtshjáleiguhússins. Álfasteinsbörnin. Þá tökum við svingið tilbaka. Jæja, ég er með Þórdís á glæsilegu tölti. Þarna kemur hann. Já. Áviði nú. Afallar. Áviði salinn. Feikinn inn. Með björtustu von okkar Eyfirðinga og Þingeyinga. En þannig er að þau hjónin og fjölskyldan Auðsholtshjáleigu ætlar að afhenda hér bikar þeim úrlíkið ungmenni sem þykir skara fram úr í reiðmennsku, faglegum vinnubrögðum, árangri á keppnisvellinum á félagssvæði H.E. Þorp, Eyfirðinga og Þingeyinga. Og þessu sinni hefur orðið fyrir valinu Anna Kristín Friðriksdóttir frá Hring á Dalvík. Gefum henni góð klapp. Ég ætla hér að afhenda verðlaun fyrir björtustu von Eyjafjarðar. Þetta eru verðlaun sem eru ætluð þeim ungling eða ungmenni sem að okkur núna, fjölskyldunni Auðsholtshjáleigu, fannst skara fram úr á svæðinu og síðan verður það ykkar á félagssvæði hrossaræktarsamtakanna, Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslu og hestamannafélaginu á svæðinu að afhenda þessi verðlaun til framtíðar og velja verðugan fulltrúa. En við vildum svona í byrjun sýna ykkur hvert hugur okkar stefnir. Það er til hennar Önnu. Hún er til fyrirmyndar, frábær knappi, situr vel, nær árangri, sýnir hestamennskur alúð og þetta verður svo árvist hér á Fákar og Fjör fyrir ykkur sem yngri eru að keppa að reppa þessi verðlaun. En það er ekki bara hægt að rækta góð hross, það líka
að rækta það upp að fá frábæra knapa því að þau eru til einskis nýtt ef knaparnir ekki til hringir og fagmenn miklir. En það er líka eitt við til. Við svona höfðum til minningar vinar okkar, látins, Sigurðar á Höskuldstöðum Snæbjörnssonar og gefa þessum verðandi minningu hans, mikill vinar og ég er hræddur að fátt hafi glatt hann meira heldur en fagur hestur setinn að glæsilegri hljóð. Og annað, þú veist vel að þessu verðurum kominn, sýnir frábæra fagmennsku, það er fyrirmynd að okkur finnst og ég veit að ykkur finnst það líka og ég ætla að fá að afhenda þér þennan farangrip og svo eignaskjöld sem á að fylgja og vona að gæfa fylgi hestamennskunni ókomin ár. Við skulum gefa henni gott klapp. Kæra þakka Gunnar og til hamingju Anna Kristín. Nú er komið verðugt verkefni ungmennum okkar að keppa á hverju ári.